held ég eittin í Banastuði. Hann glimrandi stuði hérna í dag. Hún að vera prumpandi glimmer út alla skrifstofu hérna upp í Seðlabanka. Nei, veistu hvar við erum núna? Það alveg að vera vittlaust á honum hérna. Veistu hvar við erum? Nei, hvað? Þú veist alveg hvar við erum núna? Já, inn í Seðlabanka Kópavogs. Nei, við erum staddir í verðmatskurs í Háskóla Íslands. Herðu, eigum við það? Við erum bara þar núna. Já, þú meinar. Wow, ég var búinn að stengla með því maður. Ég sé þetta í hillingum. Hvernig lístu aðstæðum fyrir mér? Er þetta ekki bara píanósöngur og putt eða? Já, við erum að fara, má segja að við séum orðnir skólars. Scholars, já. Scholars. You're an academic and a scholar. Já, við hafa beðið okkur. Já, við erum farið í verðmats. Kom í heimsók. Prófessor í HÍ hefur samband. Já. Heyrðu, þá beðum hvert sem er, ég spurði nefndur, hvert sem er í íslensku atvinnulífi. Já. Til að ræða verðmatt fyrirtækja, hverja vil ég fá? Já. Hvern viltu fá? Heiðar, Jón Sig Stóðu, með Orra Hauks eða einhverja sleggju? Ég vilja fá okkur. Það væri gaman að fá Adda og Idda og Pingjunni. Þau vilja sjö sinni meðbita. Já, það er bara, ég er að fara beint upp á töflu. Þau vilja bara heyra sjö sinni meðbita. Upprópunarmerki, EBITDA og svo löpu út. Nei, ég held þetta verði píanósöngur og putt. Já, þetta verður bara spennandi að sjá hvað við höfum úr að móða þarna. Já, þú kannast við það, slóganið. Úr að móða? Nei, píanósöngur og putt. Nei, Er þetta ekkert í gólfinu það? Nei. Þetta er svona þegar þú lappar inn á 18. hólu með klúbbhúsi á bakvið, gamalt kall á píanó eða dreyma allaveg með það og svo ertu að fara að putta fyrir pari. Putting for pair. Hvað helst það ég var að tala um? Við erum að fara inn í skóla, sko. Píanó og putt þá. Putta, putting for pair. Þú voru að þýða þetta. Herðu, við erum hérna að sjálfsögðu með brúna gullið frá Lavazza okkur við hönd. Já, þetta er reyndar gilt. Þetta er gullpókin. Já. Ég keypti gullpókan, þetta er malað. Kaffið er brúnt, ég vona það. Já, það er rétt. Við erum náttúrulega ekki með mjólk í kaffinu okkar, sko. Og ég á beðin að koma því áleiðis. Það eru mörg fyrirtæki sem panta á heimkaup reglulega, svona helstu birgðir. Að Lavazza fæst þar. Já. Á bara príðar góðu verði. Já. Svo er bara, já. Og það eru rauðu, það eru rossupókani. Það er blandaði besta. Já. Það er alltaf besta sett þar. Já, ekki spurning. Og þú veist, þú vilt ekki hafa neitt stúrin á þínu vinnustað. Þannig að þá er gullið brúna frá túrin lausnin þar. Nú, Yngvi, hérna, hafið nágrannar okkar hérna í Seðlabankanum. Já. Þau eru í sömu byggingu við. Já. Hlíðasmaður 8. Já, rétt. Ertu búin að vera kokk eitthvað frá þeim eða? Já, ég var hérna með móðum minn í mat í vikunni. Hún reyndar ekki matvönd en henn fyrst fiskur ekki góður. Þannig ég keipti hérna tacoið, rúllurnar. The gateway drug. Já, the gateway drug. Hún urðaði það í sig. Andaði við að sér. Já, ásamt hérna bara bleikju. En það er nefnilega þægilega við hafið, sko, þú þarft ekki að kokka eitthvað upp. Þú bara hendið inn í opn og svo er þetta bara tilbúið, sko. Þetta er nammibúð sælkerans, þú lappar bara þarna inn, það liggur allt í hérna, hvað heitir, rekka, ekki búða rekka. Nei, þetta er í borðinu, svo getur þú bara tínt í þig. Já. Þannig að þetta er, ég ætla að fá bleikju. Andaði þess að þér frá hafinu. Svo vantar mig eitt hérna gateway drug, handa mútu. Já, ok, tengdamóðin, nei, mammaðinn borðar ekki. Hún er ekki mikið fyrir fisk, en hún elskaði þetta. En tilbúnir réttinir hjá hafinu, það er gullsígildi og ég hvet alla sem að hafa lítinn tíma, nenni ekki elda, að stökkva á tilbúnir réttina þar. Ég hvet alla sem er að bjóða einhvernum í mat að taka skarið og bjóða upp á fisk. Hvítvin og fiskur, það verður ekki líka léttar á þér inn í kvöldi. En svo fyrir fólkið sem er tímaþröngt í hádeginu, þá er prepparinn auðvitað. Já, það er alvöru. Það er undir 3 mín. Ég hef aldrei verið lengur en 3 mínútur þarna. Nei, þetta er bara stórkostlegt. Þú sér allar kaloríur, þú sér öll næringar gildið þarna, prótein, fitu, kolvetni. Mjög gott fyrir Marko. Ég var að tala um Marko. Hann er ánægður með mig. Marko, maður. Það er líka eitt. Ef þið eru í makrósinu, sko, þá ef þið eru að reyna að kötta kolvetni, þá vil ég örugglega ekki fara í argentíska bóksi, en það, ég gæti ekki mælt meira með því. Ég ætla að koma inn að það. Ég er nefnilega bölka hins vegar, þá er argentíska bóksi. Fyrstum sinn var ég alltaf að detta á að velja með bóks. Svo átti ég með því að Marko benti mér á það. Það er stundum sniður fyrir menn í minni stöðu sem er að reyna að vera í einhverju línbölki. Segir maður það ekki, línbölk? Jú, bara svona auka massa, skera fyttu. Já, eitthvað svoleiðis. Hérna, það er hægt að velja. Þannig að þú segir bara eitthvað á skál og svo bara pikkaru. Argentíska kjúlan og sætar og brokkoli og hvað þetta heitir allt. Og Marko, bara beint í æð. Prep bar, herðu á lókun keldan, alla mína fréttir sem ég verð með í dag, fréttir vikunar. Það eru unnar upp úr keldinni. Beinustu leið úr fréttaleitinni.
Og hvernig líst aðeins fyrir okkur? Þú ferð inn á kelduna og hvernig gerur þetta? Svo þetta bara blasir þetta við mér hérna þegar ég opna og það bara leitaði fréttum, ef ég vil leita þá leita ég þar. Alltaf get ekki að fara að græða fyrir okkur eitthvað svona 10 mest lesið, þannig að við hefðum úr einhverja móða. Hvað segirðu? 10 mest lesið? Já, það er ágættis eftirspurn. Gætu kannski díla við Kitta eða Tórsara með það að fara að senda okkur hvað er mest lesið yfir vikuna, þannig við getum kemsa á því. Já, þurftum að skoða það. En, er eitthvað Halloween í þessu eða? Halloween? Þetta var náttúrulega Halloween vika. Já, ég er ekki með mikið Halloween hérna, ég var með í fyrra. Við vorum með rosa þáttu fyrra og ég uppfærði aðeins það sem við tókum fyrir. Það er ekkert breyst, spáin er svo sama. Þetta er að springa út. Það? Já, og ég fann aðalega fréttir á utan að neyslan á nammi er svo sem er að aukast mest. Já. Að þú veist, fólk er að kaupa meira og meira nammi til að gefa. Þetta er orðið bara svona til japs við bara eins og Super Bowl og eitthvað, var þetta ekki þannig? Jú. Pínulegilegt, ég skar út gransker, gæti ekki komið að Anskot. Fór nýja leik, gerur svona margar litlar hólur. Ég veit hvað þú ert mikil glory hólkall, þannig ég bara gæti ekki skiluð eftir þetta. Keldan við erum stoltir að hafa kelduna á baku okkur, þakku þeim fyrir samstarfið. Nú, sko, fréttir vikunar. Þær voru margar og ég veit nú ekki hvort ég komist yfir allar hérna í dag. Það er reyndar annað. Djöfull væri áhugavert að vita week on week hvað fara marga fréttir inn á kelduna? Ætlaði að sé einhver trend í því? Þetta er slatti, ég meina þegar ég er undirbúið þennan þá rúla ég alltaf yfir vikuna. Já. Skilur, og þetta bara hleypur á 100, sko. Já, það væri gaman að sjá, fá Brynjólf vinn okkar til að gera svona chart. Til að sjá week on week, hvenær er afköstin mest. Já, það er áhugaverð pæling. Það koma stundum tímabil þar sem einhverjur upp á viðskiptablaði bara eiga 2-3 síður. Það er svona eins og ég sé að batsa inn. Hefur þú tekið eftir því? Já, þetta er mismunandi. Þú veist, það var daginn, þá lendi ég í gúrkutíð. Já. Og stundum er það nú bara þannig í fréttum að það er gúrkutíð. Þú elskar orðið gúrkutíð, það ekki? Nei, ég er miklu andstæð á því. En herðu, bara svona til að kannski að byrja að snerta á svona af þeim stærstu í vikunni. Við vorum nú ekkert sérlega sannspáir í okkar greiningum hérna fyrir 2 þáttum síðan eða svo. Við vorum að spá fyrir verðbólguna. Nei, alveg rétt. Hvað var ég með? Þú varst með sko 0,5% prósentustiga hækkun. Já. En hún var í rauninni lækkaði um 0,1. Já, alveg. Það munar, það er 0,6% gjá hjá þér. Já, akkurat. En 12 mánaða verðbólga mælist nú 7,9% og er einmitt, eins og ég segja, að lækka um 0,1% stiga á milli mánaða. Ok, og þú varst með? Þú ert svartur söður. Já. Ég var með 0,3% hækkun. Já, það er voru báðir röngum með við núli. En sko, það sem að hefur svona mestmagnis áhrif er verðhækkun upp á 1% á matvöru. Það hætti nú ekki. Veistu hvað við ættum að fara að gera? Nei. Við ættum bara að fara að stýra því verði. Já. Já, bara fá verðlagseftirliti og sósíalistana. Já. Og bara ákveða hvað verðið á að vera. Já. Þannig lögum við þetta. Það hefur nú gefið það sér góða raun. Já, bara, þú veist, við ætlum að stýra leiguverðinu. Akkur ættum við ekki að stýra þessu. Já, kottum við rökin. Talandu leiguverð. Challenge þetta. Talandu leiguverð, þá er hækkaður, sko, já, í rauninni, sko, hækkun vegna kostnaðar búsetu í ein húsnæði. Og það er, þú veist, það er talað reiknað húsaleigu í þessu. Hún er að hækkun 2%. Já. Það hefur 0,38% áhrif á vísitöluna. Já, hvað er aftur inn í þessu? Er fasteignaverðið gamla góða? Já, þetta er reiknuð húsaleiga. Það er rauninni þessi húsnæðisliður sem að núna er verið að berjast í bökkum við að... Og það er alltaf bland af verðinu og vaxtaborgunum eða eitthvað svoleiðis? Nei, sko ekki samkvæmt mínum, þú veist, ég komst... Voru við aldrei búin að komast að þessu? Nei, þetta var illskiljanlegt, sko, þegar ég tók þarna vísitölu neysluvers. Má ég hringi í frængu? Já, það liggur við að maður, ef að hringi einhvern eða? Við getum hringt í hérna frængu. Hringi einhvern spiltan hagfræðing? Já, hún er ekki spilt. Og hún er með þess að vinna í þessu verðbólguteimi, sko. En málið er, sko, að það er alltaf talað þessa reiknuðu húsaleigu sem húsnæðisli. Og því er skeytt saman við búseta í eigin húsnæði. Já. Þannig að þú veist... Ég skal ekki segja, en allavega þegar ég var með niðurbróta á vísitölu neysluvers hérna á sínum tíma, sem var nú vinsæll þáttur. Frábær þáttur. Já, frábær. Gríðarlega góður þáttur. Já, bara fólk út á götu kom upp að mér og sagði þetta var frábær. Þá talaði ég einmitt sko að þetta virtust ekki vera afborganir, þetta helst ekki hendur við vaxtastig eða hérna svona greiðslubyrði heldur á reiknaðri húsaleigu. Já. En það er allavega að vega hérna meira en helming af þessari hækkun. Þannig að þú veist, maður velti því fyrir sér hvort að þessi liður eigi að vera þarna inni eða ekki. Þetta er náttúrulega neysla, þú býrði í þínu eigin húsnæði, það er náttúrulega
þú veist, svona, það verið að tala það. Hvað það annað en neysla? Já, akkurat. Svo ertu farin að kannski að fjárfesta, 2 aukaeignir, þá það ekki lengur neysla, heldur fjárfesting. Alveg rétt. Þess vegna fannst mér mjög mikilvægt þegar við vorum með... Og kostnaðurinn af því sem leggst á leigjenduna verður þeirra neysla. Já, í rauninni. Og þess vegna fannst mér sko mikilvægt þegar við vorum með postlistan hérna forðum daga. Já. Að skilja á milli eignavísitölu og neysluvísitölu. Já, heppnaðist helvítið vel. Það gekk í 14 vikur. Já. Og hrósaði miklu happi. Já, það var það. Og hérna, en nei, það er aldrei að vita nema við byrjum með það aftur. En það nú fleiri fréttir líka. Já, gott um eitthvað gott. Ég tók eftir hérna Ísteka, vinnur okkar. Já. Gerði nú þáttum það, hvað hét svo serið aftur? Cowboys from Hell, Kúrekar úr helvíti. Það er hérna... Hvað aðeins með lagi, ég elska þetta lag. Nei, ekki nú. Alltaf eru tölum Ísteka, sett á okkar djöflarokk. Blóðböðlarnir frá Ísteka. Sko, þau eru að hagnast inn 325 milljónir króna. Já, bara beint á First North með það. Já, og þetta er náttúrulega, þú veist, auðvitað á þetta, kemur ná þá eftir. Þetta á nú, gerir nú betra tilkall heldur mörg önnur félög þar inn á First North markað, en sko... Og býttu huggátum eitt. Nei, ég kem inn á það eftir. Ok, þetta er góðleikur. Ef þú ættir að swappa út einu á First North, bara ringir. Við erum að dílist ykkur, Ísteka er að koma að marka. Sko, málið er að hérna... Væri það Kaldalón? Nei. Klappir? Nei. Já, þú veist, já. Þú myndir henda klöppum út? Já, ég myndi örugglega henda klöppum út. Tökum þetta eftir, slaka á. Sko, það er hérna, þau eru að hagnast 324 milljónir króna, en við tökum þetta samdrætti frá árinu 2020, sko. Hagnaður var 526 milljónir króna árið 2021. Árið 2020 592 milljónir. Sko, tekjur er að draga saman hérna 9% og þau vilja samt sem áður meina. Og sko, ég kvóta beint upp úr skýrslu stjórnar hérna. Allir gilturnar séu komin einhver svona staðkvæmdar vörur. Ég skal ekki segja. Ég kvóta upp úr skýrslu stjórnar hérna. Félagið var fyrir óvæginni og óréttmætri gagnrýni undir lok ársins 2021 sem vatt upp á sumum veturinn. Það hafði þó minni áhrif á framleiðslu ársins en búist var við, en áfram á þó vænta þess að framleiðsla dragist nokkuð saman af þessum sökum, já. Þannig að þau eru í rauninni að gera ráð fyrir að hér sé framleiðsla að draga saman, en ekki eins mikið við byggust við. Já, akkurat. Þannig að gildurnar eru ekki komnar í einhverja aðra vörur. Nei, það lítur ekki út fyrir það. Þannig að sniffa hérna, hvað hétt aftur? Rush, maður ekki eftir Rush. Jú. Já. Hvað með það? Já, þú veist, það eru farnar að sniffa það. Já, í staðinn, mannst ekki eftir Rush eða? Já, maður hefur heyrt þetta, en sko, þau segja þetta til lengri tíma litið áætlum við þó að framleiðslan aukist aftur en það virðist töluverð eftirspurn vera til staðar. Og þau eru náttúrulega í dálítið sérstöðu þarna eins og við rættum, þú veist. Góður þáttur, frábær þáttur og hérna, en allavega eins og ég segi, það er samdráttur hérna á þeim milli ára, voru búin að vera í alveg biluðum vexti frá 2016, 17, 18, 19, 20. Já, og hagnaðar hlutfallið hvað, lækka úr 50% í 45% eða eitthvað. Já, eitthvað álíka. En allavega það virðist vera, góður ekstra grundvöllur ennþá hjá þeim. Það var líka skemmtilegt, við fengum helling sent eftir þann þátt að þau eru að verða stærsti hestabóndi á landinu og eru bara aktíft að byggja sér upp sitt eigið framboð og eru bara að gera tilkall á heimsvísu. Herru, talandi um heimsvísu, má ég koma með eitt hérna word of caution fyrir fólk? Það er mikið af ferðalöngum sem hlusta á pinguna. Ég veit að mikið ríkistarfsmenn, það er svona guilty pleasure eða þú ert að labba upp í vél. Ekki að fara að taka mína, stela þrumunu minni hérna? Nei, okay. Ég ætlaði bara að tala um Uber One, ég brendi náðinu. Ég er með tengt þessu. Já, ok, fyrir alla ríkistarfsmenn sem eru með guilty pleasure að detta inn á hérna pinguna og er á leiðinni erlendis. Þú fóst yfir það daginn, hvað er erfitt að cancela Disney eða Amazon, það var annarkvort, það er bara, þetta var kallað eitthvað curse. Já, þetta var Amazon, það var alveg hryllingur sko. Já, og við lentum í þessu heima fyrir, vonlaust að cancela þessu. Nema hvað, ég meina persónulega, var í Portugal fyrir mánuði, Uber allsráðandi þegar þú kemur út af vellinum, og óavitandi, stekkum maður á fría mánuð af einhverju sem heitir Uber One, sem er eitthvað svona nýtt program, free trial. Svo fæ ég núna 30. október, heyrðu, renewal, 4,9 eurur held ég. Þetta er ekki mikill peningur. Nei, ok. En þú ert að borga eitthvað fast og farið eitthvað svona á móti og ég hugsaði they got me. Þessi frí mánuður var ekki frýr. Best að cancela.
og ég leita í þessu fokkin appi og það ekki sjens að finna þetta. Gafstu upp kortaupplýsingar eða þetta bara í gegnum allt? Það bara við Uber, þú ert alltaf með að tengdu kortið svo bara aktivitaru Uber One og það bara free trial og þeir segja bara mynda cancela. Já, þau leika ferðalanga grátt þarna. Þú ert kannski búin að sæna kortið þitt bara til að geta greitt svona innskiptisgreiðslur. Uber bara, ég installaði alltaf þegar ég kem út og eyði bara þegar ég kem heim. Þannig þetta Uber One. Heyrðu, ég finn þetta bara ekki í appinu, hvernig maður cancelar. Ég fer á netið, finn leiðbeiningar og þetta ógeðslega skýrt. Og ég bara, ég blindur hérna? Leit út allt, senda á support, fer svo á netið og kemst að því að stendur í skilmálum að þú getur bara cancelað innan við 48 tíma fyrir næstu greiðslu. Annars verður, Þannig að það sem þeir gera, þeir fela cancel membership úr appinu í hvað? 29 dagar í mánuði. Svo þurfur 2 dagar í endurnýjun, þá poppar þetta upp og þá átt þú að muna að cancela. Eru þeir að fela það eða eru þeir að gera þér erfiðara? Þetta hverfur bara. Þetta hverfur bara á meðan. En það stendur, það má hafa samband við support og ég hef búin að eyða svona hálftíma klukktími að vera að leita, tala við support, sendi svo post nokkuð harðorðan og ég fekk núna 3 dögum setna we have cancelled. Þannig að þetta svona, ég gefði þeim. En þau endurgreiða þér ekki? Nei, ég borgaði bara, nú var ég bara að cancela næsta mánuði. Þau náðu mér, klapp Uber, ég ætla að gera sluta við, þið eru sniður. En ég ætla að vara við þessu til ferðalanga að ef þið farið í Uber One, þá mun takkinn hverfa úr appinu og þið þurfa að hafa samband. Ég svo harður í svona, ég þól ekki svona. Og ég, veð eld og brennistein fyrir svona bull. Ég var bara fegin þegar ég fekk confirmation we have cancelled. Einhverjir eiga það til með að hugsa á þessum tímapunkti, þetta virði tímans míns? Bara svona að standa í þessu? Ég er þar. Og þessi 4.99, ég myndi sennilega láta það slæta. Ég hef lent í þessu núna og núna nýlega með Google. Maður hugsa sér, á mér enga viðreisna von. Þú veist, venjulegur maður hugsa það. Hér er ég bara í baráttu við Goliat, skilur við. Og ég er Davíð. Nema ég fer á fulla ferð. Alltaf betta með Davíð. Ég hugsa bara, fjandinn hafið það, fuck them. Þau eru ekki að fara að ræna mig. Þá er þetta þannig að ég hafi gerst meðlimur hann á G-Suits fyrir aðganga Gmaili á Auratali. Við höfum séð Suits eins og var eitthvað jakkafatta þjónusta. G-Suit heitir þetta. Já, Suits, já. Og ég var að stofna í rauninni bara auratal.is, þú veist, í genum Gmail. Herðu, fíblinn rukka mig 2 aðganga, Arnar átti Auratal og svo venjulega Gmaili mitt sem var einhvern veginn flæktað inn í. Arnar Tór Ólafs. Og þú veist, með 3 S-um. Þarna er verið að rukka mig, þetta er enga smá upphæð, þarna er 8.000 og eitthvað kall. Þú veist, því að aðgangurinn kostar 4.000 á mánuði eða eitthvað. Það er fyrir 2, það er verið að ofrukka einhvern tjandan, Já, það var verið að rukka mig, eitthvað, þetta var einhverja 40 eurur eitthvað. Og ég fer þetta gjörsamlega vonlaus inn á þetta support, byrja að tala um einhvern botta og mér er vísað á hinn og þennan og bla 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 bla. En ég hætti ekki, ég gafst ekki upp. Þú þarft að vera hugar til að fara í Google. Þangað til að viku seinna, þá fæ ég svar eitthvað sem ég svara svo aftur og að lokum, svona 10 dögum seinna, þá fæ ég, við höfum ákveðið að endurgreiða þér ekki þannig að ég fái peninginn tilbaka, heldur þú farð í rauninni næsta mánuð frí. Já. Þannig að ég bara svona, ok, ég skal samþykkja það. En það er gott sem vonlaust að eiga við þess að risa í svona. Ég tala á reynslu þar Tinder. Nú er ég gullmeðlimur á Tinder. Ennþá? Nei, ok. Nú er ég hún lofaði maður. Já, það hefur verið. Ég stóð í stríði við Tinder og það hefnaðist ekki. Og ég held ég hafi sendt örugglega svona hátt upp í 30 pósta. Bara, ég var þú veist, rukkaður eitthvað eftir ég hætti og álíka endalaust, þú veist, umfram tíma minn sem ég var þarna. En byrju, hvað var vandamáli? Varst að cancela Tinder Gold? Já. Er það árgjald eða var það Nei, það var mánuð og þau höfðu engin svör og bara gátu ekkert gert og ég var alveg orðin brjálæg. Ég var farin að senda bara haturspósta og það sennilega hafði bara gerði illt verra að endanum gafst ég upp og ég held að Tinder hafi haft að mér einhvern 5.000 kall eða svo En hvað gerður þú síðan? Ég bara hætti að spá í þessu, fór að hugsa er þetta tímas virði, bara eins og venjulegt fólk Já, þú varst að reyna að fá endurgreitt Já, þú varst búin að cancela en varst að fá endurgreitt Já, ég er ekki að fara í eitthvað endurgreiðsluferli með Uber Því að þetta kom mér líka óvart út af því að höldum áfram í þessu umræðefni með persónulegar upplifanir okkar af þessum erlendur risum Davíð sögurnar okkar góðu að ég lenti einhvern tímann í því var í Miami að ég tók eftir að bílstjórinn var að fara kóluranga leið
sem að lengdi ferðina 5-10 mínútur eða eitthvað hann tók eitthvað loop sem var bara mega ekkert sens ég var búin að fara að nokkur maður og það ekki bara happy with your trip skrifa bara no og þá kom bara svona automatist að ég gæti vali bara took the wrong route og ég fekk bara endurgreitt automatically okay. Og þá las ég mig til að þeir eru með bara svona tölfræði að þú veist þeir gera bara ráð fyrir að 10% er ránt og í staðin fyrir að fara í support þá bara endurgreiða þær strax hluta og það er bara ódýrara heldur en það er einmitt góð strategi upp á að þú veist að vera að fylla þessi support inbox sko með fólk, manneskjur og bakvið bara manntíminn sem fer í það sko Já líka bara þeir eru komið mikil gögn og annað þá geta það byggt upp en þess vegna komið mjög óvart að Uber væri að leika þennan leikum mig En tókstu með þér Júsúinn til Portugal eða hvað, Miami varst þið? Dúnmjúkt brauð, fullkomlega steikt kryddakjöt, krímjóst, brakandi fersk grænmeti og fullkomin magna sósu Nei, játaði þetta heima Það er ekki séns að taka þetta með til Miami Málega Júsú er bara það ferskt að þú ferð ekkert með það í ferðalagi Nei, þú ferð bara í Garðabæ og Þú tekir McDonalds með þér í ferðalagið og... Þú segir við frúna, við kaupum 2 Svo kaupur 3, ég er 1 á leiðinni heim Þá ertu góður Það er engin gerfi efni hér Þannig að þú tekur þetta ekki með til Miami Þú verður löngu búið með þetta að þú kemur út á völl Heyrðu, mælum með því Já, Júsú var sjálfsög Vil minna ykkur á tilbúin, þriðjudagstilbúin Gott sem gefins burgerar á þriðjudum Svo er líka í hverju hádegi Alltaf eitthvað flott tilbúð Já Það er líka bara stemming að fara á Júsú í hádeginu Svo er alltaf nettilbúð, þú veist, fyrir 2, fyrir fjölskylduna Jari Mælur þá með að koma inn á heimasíðuna og sjá tilbúðin? Já, bara til dæmis Já, snilt, farið í takeaway eða panta og þá sjáum við tilbúð Þökkum Júsú fyrir Herðu, sko það er nú fleiri fréttir hérna skemmtilegt innskot hjá þér samt sem áður Uber One, haldið ykkur frá því Já Nú, sko Já, mér fannst áhugavert, ég nú svo sem kannski hef enga sérstakar skoðun á því, maður er náttúrulega hluthafi til að taka það fram, en sko nú virðist sem að Icelandair sé bara á algjöru bruna útsölu, samkvæmt verðmati frá vinn okkar, hún er Snorra Jakobssoni frá Jakobsson Capital, sko, mér bara eiginlega brá þegar ég sá gengi væri komið niður í 1.32 og sko hann Snorri er að verðmeta gengi flugfélagsins á 89% herra 89 krónur bara Nei, 89%, það er nánast sko. En þú veist við erum að sjá eldsneytisverð, þú veist það er búið að vera að lækka frá því að þau gáðu þessa ákomi viðvörun á þessum tíma, skiluðu samt í rauninni frábæru uppgjöri eða ágætis uppgjöru, við skulum segja það þannig að maður velti fyrir sig bara einhvern veginn, sko, markaðurinn er alveg bara í rjúkandi rúst þó vissulega þegar þetta tekið upp núna á 50 er gengið búið að hækka upp í 1.37 en sko ég hef ágjur á þessu Já, hverju þá? Nei, bara, hvað er að gerast þarna, hvað er að gerast á þessum markaði? Hlutabröðumarkaði? Já, það er bara allt í rjúkandi rúst Það er bara umtalaðan er undir verðlaðu Já, þegar þú veist, hann Snorri mætti nú til okkar bara, þú veist hvenær var það eftir? Var ekki sumar? Langt betri stað á markaðunum sko, heldur en núna Ég skil svo sem ekki okkur menn alltaf að auglýsa kaupið þá bara eins og þið fokkin getið meðan þetta er svona ódýrt Já, algjörlega og þú veist, ég meina og það var einhver önnur góð frétt með þetta sem kom í vikunni var Innherji birti hvað heitir þetta? Þeir birta viðtal frétt upp úr bréfi sem að hann þetta er að koma ég er ekki að fá Give it to me Vogunarsjóðurinn Algildi Jóhann Gísli Jóhannesson sem stýrir Vogunarsjóðunum Algildi sendi bréf til sjóðfélaga sem að Innherji skrifaði frétt upp úr og það var einmitt sama og þú ert að koma inn á þetta og langur aðdragandi að segja he agrees en hann var samt að benda á það sko eiginlega svolítið að bauna á lífeyrissjóðina þeir var ekki lengur að setja peninga inn í fjármagn var ekki að flæði inn í einhverju svona lípanir og við erum ekki hér komin til að drullu lípana nei, það ger okkur nú ekkert gott en þetta er náttúrulega líka þú veist, auðvitað bara það sem við sáum í árunum 2020-2021 var bara gífurlega þáttaka almennings sko, sem að telur alveg í þessu þú veist, og sérstaklega þegar markarnir er svona grunnur að ein viðskipti geta sagt helling sko, eins og ég er að fara að koma inn á hérna eftir Já, þú veist, fólk er núna, þú veist, fólk er bara að fara að setja innlán, það er bara staðan
Já, ég meina, auður er hvað, 8%? 8,75. Ef þú kemst inn í mjúkin hjá einhverju hérna bönkunum og eignastýringa, þá ertu að detta í 10% í lausafjársjóð. Þegar þú tikkar í 10%, af hverju ættir að vera að taka áhættu í hérna flugfélagi núna? Ég segi það. Þegar þú þarf bara að eiga peningin hver mánaðamót til þess að kaupa þér nýja dúnsæng og Gucci-tösku. Herru, talandi grunnan markað, kom hérna fyrir í vikunni, hvort það var ekki 31. ótt hérna á, það ekki á þriðjudaginn, á mánudaginn, að gengi bréfa í Klöppum að hækka með 44%. Já. Og einhver, veitir nú, hugsa að hér værum eitthvað fjárfestingatækifæri að ræða, en það gerðist í 20.000 króna viðskiptum og hérna, þú veist, íslenski markaðurinn nú ekki djúpur, en hvað þá First North markaðurinn? Já. Það sýnist nú, sko, við höfum nú orð á því í einhverju þætti að eigendur væri að hreyfa þetta þarna hjá Klöppum. Já, það væri bara einhver 10.000 króna viðskipti og núna það virðist vera sem að eigendur hafi ekki átt þátt í þessum viðskiptum, að kom að mista kannski engin tilkynning þarna inn á Já, fyrir svona 1,5 ári síðan þá var eitthvað viðlíka, þá kom sko tilkynning með stærsti eigandinn væri að selja og þetta var 15 eða 50 skall og við vorum að velta fyrir okkur hvort þetta væri bara til að borga einhverja kreditkortaskuld. Þá kom náttúrulega ljósa það vantaði bara flot eða flæðamarkanum og hann sagði bara, heyrðu, ok, ég skal bara hérna chip in. Það náttúrulega ekki svo kallar viðskipta vakar þarna, held ég ekki enn sem komið á First North markanum, hvort það sé einhverjir sérsamningar með einhver staka félög en ekki almennt. En þú veist, þetta bara svona summerar upp þennan brandara sem í gangi. Já, akkurat. En sko, svo önnur fréttin að Disney búið að kaupa 33% hlut í Hulu, sem áhugavert sér í lagi vegna þess að Disney náttúrulega talið vera bara á hraðri leið til helvítis. Já, akkurat. Einhverju vilja meina þessi orðin á Vogue. Já, það svona kannski frétt þessara viku sem ég tók eftir að þeir hafi vókað yfir sig. Já. Og South Park þáttur er vist eitthvað skildu áhorf. Já, það. Upp á það að gera. Já, ég veit sko. Já. En þetta allavega áhugaverð kaup emitt vegna þessa og þú veist, mér finnst efniðin á Disney mjög gott, nú hef ég verið áskrifandi þar í smá tíma en mér finnst þetta dálítið hafa dalað. Ég eiginlega svona, þú veist. Að fara að cancela? Já, mér finnst eiginlega Netflix, það sem heldur mér þarna núna inni Wrexham. Já. Hérna Ryan Reynolds. Ertu að horfa á það? Já. Ég datt út bara eftir 2 þætti. Já, ég horfði á alla fyrstu og nú náttúrulega nýlega byrjaði önnur sería sko. Og þau eru farin að gera þetta þannig að þeir eru farin að sko taka þetta í hverju viku. Já, aftur í það. Komin aftur í það sko. Já. Og það eitt og sér segir mér bara svona, ok, það er eitthvað vesen sko. Já, hjá Disney. Já, því að Wrexham held ég mjög vinsæll þáttur hjá þeim. Já, getur verið. Svona heilt yfir sko. Reynoldsin náttúrulega aðdráttarafl sko. Já. Herðu, svo hérna En svona bara eitt á lokum. Hvað finnst þér bara hérna eitt hot topic? Mér finnst vera pínu bakslagið þessu að fyrirtæki sé að verða ganga framar en fólk í mannréttindum og fleru. Samanber því að fall Disney, Bud Light, svo kallar wokeismi. Hvað sérðu fyrir í þessu? Hvað meinar þú þá? Bara hvað ég sé framtíðina? Eiga fyrirtæki að vera að taka hennar slag? Já, ég meina fyrirtæki bara löngum þekkt að fyrirtæki hérlendis eða erlendis skreita sig gullfjöðrum með einhvers konar málstað sem að þeim kemur beinlíns ekkert við. Já. Og hérna bara byrju, hver var að segja mér þetta Snorri var að segja mér, Snorri Másson, ritstjóri. Já, ritstjóri. Hann talaði að Íslandsbanki hafi nú á sínum tíma sko neitað að auglýsa hjá fjölmiðlum eða hlaðvörpum eða álíka, þar sem að viðmælendur væru ekki, þú veist, til jafns karl og kona. Já, akkurat. Og þú veist, ég veit ekki eins og hvort ég hafi síðan verið framfyllt. Já, þetta kom eitthvað þarna upp en maður velti fyrir sér einhvern veginn svona, er þetta skilt þeirra rekstri, þetta kannski skilt þeirra hugsjónum jafnrétti og annað, þú veist, gott og vel en við höfum verið að sjá dæmi bara alls konar fyrirtæki sem að, þú veist, þessi málstæður í rauninni kemur þeim engan veginn við. Nei, og nýta tækifærið að svona, þú veist, gera sér vók og það fer í töðan á mér, þú veist, svo lengi sem að þessi málstæður snertir ekki þitt fyrirtæki á nokkurn hátt, ekki vera skreita þig, skilur, það eiginlega bara kemur verð út fyrir. Já, ég held nefnilega að sé að fara hring núna að fyrirtæki fara að hætta í minna mæli bara að tjá sig opinberlega þetta, því að það er líka
að verða þannig að kemur bara svo mikið backlash oft já. eins og þú segir bara, þú ert bara skreitað í stólnum 400 nýtir eitthvað tækifæri, ég veit ekki, kannski fyrir 3 árum svo ert þú ekkert að framfylgja því 3 árum setna, einfallega vegna þess að þessi málstæði kemur ekki við og þú ert ekkert að spá í því dagstæðlega þú veist, þannig að ég get alveg heilsugar tekið undir það að það var sama á tryggingamarkaðan daginn minnir að veri, hvað, sjóa eða eitthvað var að auglýsa eitthvað gagvart ég maður ekki einhverjum aðgerðum eða ég er ekki með þetta ég maður þetta ekki Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki, ekki snert á þessu pingumenn back off, við erum hættir þar sem þú sérð hins vegar alla hópa samfélagsins samankomna jómfrúin ég ætla að segja inkasso nei þú hærir vexti nei, en jómfrúin, þar ertu með alla breytina já og ef þú ert heppinn þá og allir velkomnir þá náttúrulega lendur á borðið við hliðina og jafnvel ráðherrum já þingmönnum eignafólki aðtapnumönnum auðkýfingum launþegum, gullþegum en núna fer óðum að styttast í jólahlaðborðið hjá þeim ég held bara, ég eiginlega bara treysti mér ekki til að hvenær er góðu tíma að fara í desember? Það er náttúrulega held ég ég ætlaði nefnilega að segja að fólk er eitthvað að veigra við að fara fyrirpartviku taki í fyrirpartviku það er heitt að vera á jómfrún á mánudegi alveg mölvaður að fá sér snittur ekki spurning og jólamatsiðlinn er náttúrulega dottinn inn Herðu, ég náði að klára hann byrja núna á 5. dagi næsta 9. nóvember Geðveikt stökkveð á þetta kerfinir stökkveð það og ég ætla að klára lumruna sem ég byrjaði á daginn þegar frúin er lúin og staðan er snúin ekki örvænta jómfrúin Er það ekki? Ég náði aldrei að klára þetta daginn skemmtilegt, varst að semja þetta þú veist, þetta kom bara svona tilbaka fáum við þetta einu sinni þegar frúin er lúin og staðan er snúin ekki örvænta jómfrúin Þetta er geðvikt Þetta er, þú ættir að senda þetta frúin er oft lúin, staðan er oft snúin það þarf ekki að örvænta jómfrúin þú ættir að senda þetta á Kópa Kópi er að hlusta Herðu, hann sendir eitthvað á mig á Instagram eitthvað klúrt við erum stundum að klæmast á Instagram þú nefndi líka inkasso herðu, má ég taka Paradís helvítis í búði inkasso Argentína, Paradís vinstrisins og verðbólgunar við erum með nýjan heimsmeistara þau eru orðin heimsmeistar í verðbólgu þetta er ekki eftir svona verður heimsmeistara titill nei, þau eru ekki bara heimsmeistarar í fyrra í fótbolta heldur voruð að skáka Zimbabwe núna held ég í október hvernig gerist þetta? þau eru orðin heimsmeistar í verðbólgu, gott fólk í október, þú máttur reyndar fact-checka þetta ég átti eftir að fact-checka þá hækkaði Argentína stýrivexti úr 15% í 133% en verðbólgan þar í landi er 138%. Já, 138,3. Já, getur þú fact-checka með stýrivextahækkunina. Það var nú gaman að heyra hvað verkalýðsforkálaðarnir þar er að góla. Já, maður sjá. Því að það er eiginlega búið að ríkisvæða allt sem hægt er að ríkisvæða. Já. Þannig að ég veit ekki hvað þetta... Já, 133%. Stýrivextir? Já, þá er ég með þetta rétt. Hækka úr 15 í 133%. Eru þar með honum herðin í Zimbabwe. Það er spá, samkvæmt Trading Economics, að í lok árs verður þetta 200%. Og ég sá hérna hvað er að gera? Leið mér að fara yfir þetta. Nú fylgist ég ekkert allt og mikið með svona heimsmálum í þessu. Það er ég sterkur. Já, hvað er, þú veist, er borgarstyrjöld þarna? Nei, það eru kosningar. Og það er búið að vera sama sósíalista vinstri elitan þarna til valdan meira og minna í 40 ár sem eru að vera búin að rústa þessu landi sem er ótrúlegt. Hér á árum áður enn og eftir að sína hérna gildi sitt mátt sósíalismans sko, hér á árum áður að tala um argentínskt nautakjöt og rauðvín bara háveðum haft og það er nánast eins og það sé verið að búið að slátra þessu sko. Það er price controls á útflutningi á nautakjöti það er bara, ef að verðir orðið hátt sem er náttúrulega grafundan gengin og öllu en ég sá hérna gott mím aldrei fjárfesta í Argentínu og mynda gamalli konu í stól ég þarf eiginlega að grafa þetta það var bara never ever invest in Argentina og hver var tankgervíkur þessa gömlu greiði konu? Bara verðbólgan og efnahagsástandi sko, það er í gangi kosningar þar sem sjálfsagt er talað um populisma á báða bóa og sósíalista talað er að það eina jákvæði í Argentínu í dag er hvað mikið að fólki er búið að alast uppi ónýtan sósíalisma þannig að loksins geti komist á markaðshagkerfi ef það verður kosið
Í frambúði svo kallaður Trump sem það núna nýtt, alltaf þegar kemur einhver sem bara með nýjar hugmyndir að umbylta kerfinu Trumparinn, þetta Trumparinn Þessi gæi reyndar alveg vel tæpur, mörg slæm ummæli sem maður þarf ekki að rifja upp, ég geti googlaði en hann sem sagt, þessi svo kallaði Trump heitir Javier Milei, áhugaverður karakter og hann að keppa við Sergio Massa núverandi efnahagsráðherra 138% verðbólgumaðurinn og í populistaflokknum Peronist-hreyfingin sem það sem hefur stjórnað Argentínu meira og minna í 40 ár Milei svo kallaði populisti af sósíalistunum. Hvernig koma menn fram í svona kostningabaráttu til að tala bara það sem að vel hefur verið gert? Já, ég að fara að taka það. Hann skilgreindur sem anarkista kapitalisti. Já, það ansi langt til hægri, myndi ég nú að halda. Já, og hann eiginlega miðað við ógeðið sem við búa við 138% verðbólga. Það gefur augalega að það þarf að breyta einhverju. Já, en samt segirðu að hann sé hluti af sósíalistaflokknum Nei, Javier Milei nýi sem að koma sem kallaði Trumpari og sko ég hérna með nokkra hluti sem á stefnuskrá hans og þetta komið held ég head to head það sem var óvænt var að hann tapaði primaries það held ég aðra kosningar á næstunni hann með þá stefnuskrá að sprengja seðlabankan og taka upp dollar hann vil afnema gjaldeyrishöft það svona þau með þarna ekkert svo ólík staða og við höfum setið frammi fyrir að taka upp annan gjaldmiðil og afnema gjaldeyrishöft. Já, hér allir tjúlaðir yfir krónunni sko. Ég held að argentínski pesóin sé búin að getur séð devaluation, ég held að vera 20% bara í seftið okt Heyrðu, hann ætlar að lækka skatta og regluverk, hann vil lækka lífeyrisgreiðslur og lengja sem sagt, held ég lífeyrisaldurinn, það bara verið að dæla út úr opinberum kerfum í lífeyrisþega hann ætlar að einkavæða öll ríkisrekin fyrirtæki sem eru rekin með halla hann vil ég kemur að þetta síðast afnema það sem heitir verðstýringar og útflutningshömlur sem halda aftur á hagkerfinu það gerðist til dæmis fyrir nokkrum árum að Argentína var eiginlega bara fremst í heimi fyrir útflutning á nautakjöti það mikil neysla á nautakjöti í Argentínu hvað dettur þessum snillingum í hug til að halda verðin í skefjum að þau setja verðstýringu á innanlandsmarkað á nautakjötsverði sem náttúrulega brenglar alla kvata til útflutnings sem samt bara ríkisvæðing í raun sumpart ég nenni ekki þetta bara algjörð ella þau eru basically að skýlir þeirra rekstur þetta eins og ef einhverjum ditt í hug núna að segja bara heyrðu þorskur á ekki að kosta meira en 1000 kall kílói til að halda niður verðbólgu og þetta 99% útflutt sem fyrir að hafa áhrif þá á útflutningin og útflutningstekjur Heyrðu, hann vil einkavæða heilbrigðiskerfið, segja upp ríkisstarfsmönnum og lækka sértæka fyrirtækjaskatta. Þetta kallað The Chainsaw Plan. Og hann talar það bara sjálfur. Hann að mæta með The Chainsaw Plan. Vel svo mætt. Heyrðu, verðbólgan í Argentínu var 113% í júlí og viðstu hvað gerir í ágúst, þessi snillingar. Ríkisstjórnin semur við stórmarkaði að hækka vöruverð ekki meira en 5% næstu 90 daga. Ég vonum að halda verðbólgiskeið og þetta ekki nýtt, það búin að vera svo kallu price controls í Argentínu meira og minna í 2-3 ár núna þar sem einhverju 1300 vöruflokkar bara ákveðin hámarksverð af ríkinu til að halda verðbólgiskeiðum, það gengur svona vel á móti buðu skattaafslætti fyrir stórmarkaðina þetta svona verðlagsstofa frá helvíti það sem að gerast út því að þau byrja þessu 2022 og þá fara menn að spyrja sig, af hverju að gera þetta aftur? Af hverju ríki að reyna að stýra verði á matvörumarkaði? Og þetta augljóslega ekki að virka. Þau að kenna framleiðendum ríkið. Það sé átt að segja ekki á að vera framleiðendur, bara nautakjöt, mjólk, allt þetta eins og hérna heima og alls þar, eru búin að taka á sig kostnaðarverðshækkanir, eins og hvar annars staðar eftir COVID. Síðan lenda þeir því, taka á sig aukinn kostnað, ríki fyrir að stýra verðinu til að halda í skefjum með að lækka sem gerir það að verkum að framleiðendur byrja að draga úr framleiðslu því að þeir get ekki lifa á því að taka á sig hækkanir og get ekki hækka verðið samhliða sem gerir það að verkum að verðið að springa upp og því að frambúður að dragast saman en eftirspurnin svo sama og hún aukast þannig að þetta að spírallast til helvítis fyrir þau og þá eftir að koma í ljós núna hvernig þetta mun takast þau eru basically bara framleiðendur eru bara cut their losses eins og við það bara ódýrara til að lifa að hætta að framleiða heldur en að framleiða með tapi sem gerir að verkum að eftirspurn eftir ýmsum vörum að verða ennþá meiri sem að hækka verðið og þar alveg verðbólgan á leiðinni upp í 138% og spáðum fara upp í 200%
og það er vegna samdráttar í framboði. Já, en þetta er svona góðu fyrirbóði og djóka það sem ég sagði fyrir þættinum. Akkur stýrum við ekki bara verðinu? Akkur eru við ekki bara með einhverja snell, bara eins og hérna í búðurinn, akkur stýrum við ekki bara framleiðsluna á mjólk? Það hefur nú verið talað fyrir þjóðarátaki sem vissulega annar hlutur. Við ræddum þetta. Og það er engin lagalegur rammi sem myndi ná við það. Þetta væri meira bara svona, eins og var gert hérna held í 87. Það varði þetta bara einhvers konar svona hreyfing, skilur við ætlum ekki að hækka meira til að ná böndum á verðbólguna. Hvort það verið 83, þá var náttúrulega alveg óðaverðbólga hérna sko. Ertu ekki að tala um þjóðarsátt? Nei, ekki þjóðarsátt, þjóðarsátt að hækka ekki verð, en það var ekki bannað einhverjum að hækka verð, en þetta var bara svona, þú veist, eins og bara flesti vinnustæðar ákváðu að gefa frí síðasta þriðjudag. Þetta er bara svona einhver sátt, en þau þurftu ekki að gera það, en það finnst mér miklu skynsamlegri hugmynd heldur en að detti einhver svona verðstýringu og það minnir... Já, það? Þú ert ekki hlindu verðstýringu? Nei, það mér finnst það alveg fáruleg hugmynd. En ég veit nú ekki hvernig þú ætlar að tengja þetta við inkasso, en bara gjör svo vel, þú ætlar Þeirra sjálfsögðu minn okkur á það, því til þess að halda velli, þá verður að vera með kröfustýringuna rétt. Algjörlega. Og þegar skuldur komnur einda, þá ágætt að hafa þetta bara sjálfur til inkasso. Þægilegast fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, sveitafélög, fara inn á inkasso.is, skrá sig í þjónustu, tekur fáar mínútur. Svo getur við mattsa þetta við Payday og Payday, ef að reikningur komið fram yfir einda, fer hann beint í kröfu hjá inkasso. Sér það. Þökkum inkasso kærlega fyrir, en þú minnist á Payday. Inkasso eru svona varðhundar, þeir eru að fylgjast með reikningunum og þeir baða mig að fylgjast með hvað að gerast í Argentínu. En ég verð að koma inn á það að Payday núna bara heldur betur að sanna sín gæði og þau eru komin í hóp viðskiptana hjá PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers er komið í hóp viðskiptana hjá Payday. Og þú veist, það gerist alltaf mikið stærri en það. Ég meina, hérna ertu með, þú veist, hvað séu? Sorry, það er enda Cooper, ekki Coopers. Já, Cooper, ok. Hér ertu komið endurskoðanda risa, PLC, skilur við. Og ef þau eru farin að koma í þessi viðskipti hjá Payday, þá sé ég ekki bara hvað limitið hjá Payday. Nei. Þannig að þið sjáu það, lítil, meðalstór og núna bara stór fyrirtæki. Þetta hlýtur líka andón í hálsmáli á hinum sem að þykjast alltaf kalla sér stóra eða þau eru ekki nota Payday í öllu. Viðskiptavinni kalla eftir því. Einirkjar kalla eftir því. Framtíðin liggur hjá Payday. Adoindi kalla eftir því. Við köllum hæst. Við ættum að fá kauprétt hjá Payday. Já, Visma. Visma, en það ekki það? Ég held að Björsi rétt á þessum kaupréttum og líkil starfmenn. Það væri gaman samt Björsi ef þú átt einhverja kauprétti hann laumar þessu regla á mig Guðni. Ég get alveg keypt að þér eitthvað af þessu. Hann hefur gefið mig kauprétti Guðni. Herriði, við þökkum Payday sömuleiðis fyrir, það er nú einhverja fleiri fréttir. Ég er reyndar með umfjöllun sem ég ætla samt sem áður að geyma því að ég er ekki einu svona að komast yfir alla fréttirnar. En það er mjög jákvæð, gríðarlega jákvæð frétt hérna úr fjármála eftirliti Seðlabankans að þau voru að gefa leyfi á Blikk sem að er svona smá greiðslulaust þar sem að þú ert basically þú ert að færa greiðslu bara beint af bankareikningi kaupanda yfir á seljanda. Og það er engin aðkoma þessara greiðslu korta fyrirtækja eða neitt og þetta hefur náttúrulega gríðarlega góð samfélagsáhrif og við fögnum þessu og þú veist, og maður nú Ásgeir seðlabankastjóri kallaði eftir þessari lausn núna nýlega á einhverjum fundi að Blikk er núna búið að vera að þróa þetta síðustu 2 ár. Já, hver er komissið? Hver er að græða á þessu? Á Blikk? Já. Blikk? Já, hvað rukka er? Ég veit ekki, það er ekki komið rekstramódel. Nei, ok, það er bara komið leyfi. En fjandinn hafa það hljóta að græða á þessu en þau eru náttúrulega með líka að fá leyfi fyrir eins og ég segi, Seðlabankin var að gefa grænt ljós. Býtur enginn að taka kommiss? Það hlýtur einhver að taka kommiss? Já, það er enginn sjeffi með businessplan það sem er bara zero commiss. Þau eru að veita leyfi, þessar starfsleyfi á grundvelli laga greiðsluþjónustu frá árinu 2001. Leyfið gerir Blikk kleift að vera annars vegar milligöngu aðili greiðslur milli aðila, svo kallaða greiðsluvirkjandi og hins vegar veiti leyfi Blikk aðgang að reikningsupplýsingum einstaklinga og fyrirtækja til þriðja aðila sem geta þróa virðisaukandi þjónustu byggð á þessu gögnum. Það er væntanlega playið. Þú veist, hérna ertu í rauninni
að veita aðgang til þriðja aðila, þú veist, sem bara gagna, þetta ekki bara svona svipað einhvern veginn eins og bara, þú veist, fyrirtæki að gera, sem gráða gögnum, bara, safna þeim og selja út. Nú skal ég ekki segja. Þetta allan, ég myndi halda. Sem að græðast gögnum og selja þeim. Ég ætla að henda sprettun á þetta er náttúrulega óábyrgt að kasta svona fram, en ég myndi halda að þetta sé, þú veist, það bara stendur hérna, hins vegar veitir leyfi Blikk aðgang að reikningsupplýsingum einstaklinga og fyrirtækja til þriðja aðila sem geta þróa virðisaukaandi þjónustur byggð á þessum gögnum. Af hverju eiga þau ekki geta búið til virðisauka einmitt? Engin sprettan ættilega að vera öskrandi. Já, en þú veist þetta, við erum bara að velta steinum. Já, þetta sniðugt, þetta verður gaman að fylgjast með. En algjörlega, þetta mikil samfélagslegur ábati af þessu, ég man ekki hvað hann talaði að þetta var að kosta samfélagið 15 milljarða að halda úti, þú veist, að vera með einhvers konar erlendar greiðslulausnir, sko. Já, alveg hræðilegt. En hvað meinarðu? Auðvitað er það hræðilegt. Já, það er hræðilegt. Ég get ekki beðið eftir að Blikk lesi þetta. Já, ég meina að ég fagna þessu. Ertu ekki að fagna þessu? Jú, þetta er frábært. Þetta er bara enga framtakið. Já, þú ert svo kaltaðinn eitthvað núna. En við þurfum bara að vita hvað kommission er. Já, algjörlega. Þau ekki að gera þetta frí. Nei, auðvitað ekki. Það á eftir að koma í ljós. En þú veist, það er allan að byrja, þetta er komið í starthólurnar, það er byrjað að þróa þessa lausn sem að hefur lengi verið kallað eftir. Bíóparadís eru hérna óskar eftir 50 million króna ríkistyrk. Já, bara ágreiða það strax. Meiri pening. Hvað vilt þú sjá í þessum efnum? Já, bara dæliðu pening. Bara bíóhúsin reykur sig ekki. Það er alveg, gefur augalegið að við hinna að borga fyrir það. En við höfum nú talað samt fyrir því að listir og þú veist, listir og fjárveitingar. Menna það getur margt verið vitlausara. Já, akkurat. Þú kannski hefur nú ekki tekið neitt sérlega vel undir það. Nei. Við rættum þetta. Ég menn akkur styrkju þá ekki öll bíóhúsin. Hvað er Smára bíó að segja? Hvað fá þeir þá? 50 milljónir? Þetta er svona meira það sem við tölum þessi list. Þetta er svona kannski listrætni myndir, sko. Svona meira listform. Það er semst einhver snillingur sem er með huglægt mat á hvað er list. Já, alveg rétt. Þetta er áhugavert að við sjáum hvernig þetta fer. Já, þessi bíómynd, hún er list. Við erum fann að ríkistyrkja allt, þannig að skiptir mann engum máli og þau fóðu 50 milljónir. Það væri eiginlega bara, kemur mann ekkert óvart. Nei, herðu, hérna. Ég hef oft farið þarna, þau hefur bara rukkað herra verð og halda áfram. Já. En veit, herru, riches are in the niches. Martin frá Öskju, ætlaði þú að vera með einhver umfjöllun það í dag, eða ekki? Ég var með stofnandan síðast. Já, síðast, og svo ætlaði núna að taka. Nei. Jú, heyrðu, alveg rétt, ég er með tilbúðu Daimler. Við kannski geymum það bara. Já, við verðum að geyma það. Heyrðu, ég er með það í öðru skjali, það er rétt hjá þér. Við viljum minna á Martin frá Öskju. Nú er ég var á viku á Martinum núna. Tók viku. Ég held að ég get ekkert snúið aftur, ég var á beinskiptum bensínbíl. Já. Ég var á Brabösnum. Já. Og þetta er líginni líkast. Það var svakalega, það var exit feelingur í þér. Já, mér leið bara eins og einhvern sjeffa þarna, sko. Og hann náttúrulega valsaður með fyrringi. Þessi Brabös fer, sko, held ég á 3,7 sekundum upp í 100. Já. Ég er ekki að segja ég hafi gert það. Ég er alls ekki að segja það. Arnar, ég satt við hliðina á þér, vil ég fyrringi til hann og dundraður upp. En Martin er þess verður allavega að fara að kíkja á hann í Guðanabænum, gott fólk. Þetta er svo lítið mál. Þið farið upp í Öskju, leiðin upp í Mosó. Þetta er hérna flottu bílahúsin á hægri. Allir tekið eftir það. Langar öllum að rúnda þarna framhjá. Það sem er betra, rúndið þarna framhjá, stökk við inn, heyri í sama Smart, Brabus, Þið getur verið að spara ykkur hellingspenning með kaupum fyrir áramót. Og nú fara að vera síðustu forvið til þess að kanna því. Það víst líka einhver hverfiðan upp í Grái sem er svaka flott að fara í ljósaskiptunum. Já, einmitt. Sjá svona gamla auðmenn sem eru búin að yngja upp og eru út að labba og þetta er flott og smart. Við þökkum Öskju kærlega fyrir samstarfið og Smart sumleiðis. Nú, Yngvi, eitt að lokum. Það er must fyrir lögfræðistofur. Er það Musk? Musk fyrir lögfræðistofur, endurskoðendur og fleiri sem er að hugsa að taka eitt bíl fyrir stofuna að fara á Smart. Já. Það kemur helviti vel út í bókaldinu. Þið þurfa að græða þetta núna fyrir áramót og þið lítur betur út á götum bæjarins. Algjörlega. Þetta kemur fram í legstættinum okkar. Þetta er mjög gott, já. Já, einmitt. Og hlusti á þann þátt í áskrift áður við fáum lögbann á hann. Það gæti samt verið að við þurfum að, þau sem í áskrift, við viljum að sjálfsögðu hvetja fólk til að fara núna inn á partus.is/pingjan. En það þarf bara að hlusta þann strax, því að hann verður tekin út leið og við fáum fyrstu kæru. Já, en málið er að við verðum með greiningu á Marel líklega næst, The Situation. Já, hendur Marel inn. Ég held að það verði næsti þáttur hjá okkur. Við vorum búin að lofa úrval útsýn. Já. En ég held að við frestu því viku. Ég lauga einu í þeim þætti. Já,
komast að því síðar fólk má vera á tánum hvað það var en hérna, ég var með frétt X gamla Twitter við erum búin að vera að sjá gríðarlega, þú veist, þetta hefur náttúrulega verið svona gegnum gangandi þráður hjá okkur að tala þessi kaup en núna það nýjasta fréttin að X hefur fallið gríðarlega í virði og komin niður í 19 milljarða nú kaupir Elon Musk X eða Twitter á 44 milljarða bandaríkjadollara og hann hefur nú talað fyrir því sko, að þú veist, eins og ég segi, nýjasta verðmat 19 milljarðar, hann hefur talað fyrir því að hann vilji gera þetta að everything app það sem að notendum munu geta átt bara í samskiptum við aðra, hort á myndbönd og ég vil greitt reikning og annað og hann talaði það að félagi geti orðið 250 miljard dollara virði ég held að sko þú veist, það sem náttúrulega gerast að það þessi vókismi þessi vók fyrirtæki eru að draga sig út af þessum plattformi rétt þú veist, en nú áttu talandi um þátt fyrirtækja í þessum hreyfingum og sem að hefur leitt til töluvers samdráttari áteki Getur við gert quiz á Spotify? Eiga fyrirtæki að vera samfélagsverðir? Já það mjög góða punktur hér við getum gert það ég held nefnilega að stemmingin núna fyrirtæki, markastjórar bara svona ok, þetta var þú vilt meina að þetta sé að ganga tilbaka ég held það, eins og segjum í Íslandsbanka þetta var náttúrulega hræðilegt múf á sín tíma einhverjur reynda fögnuðu því en ég held þess að það ekki verið framfyllt og bara kjánlegt svo þarna þetta tryggingafélag daginn það baklaði við þurfum að kynna hvað það var ég veit ekki ég skal bara henda engisbrett á þig til öryggis ég skal bara finna hérna en allavega, en þú veist mér finnst áhört að velta þessu fyrir mér sko, hvernig hann ætlar að gera þetta 250 miljard dollara fyrirtæki þegar mann kasta svona fram hvað hafa þeir á bakvið það? Ok, þú getur greitt reikninga þetta verður mögulega einhver greiðslulausn ef það gengur upp þá auðvitað ekkert ólíklegt að það verði þú veist að virði fyrirtækis er aukist talsvert en hvaða fleiri fítusa myndi þið dett í hug að kæmu inn á svona miðil eins og Twitter eru þeir að fara í samkeppni við TikTok, Instagram eru náttúrulega að byrjaði með eitthvað svona vídeo og annað ég veit ekki, ég hef talað þetta everything app ef þú skoða bara, hvað heitir þetta, WeChat Ætli þetta verði ekki tölvuleikur bara á endanum jú, tölvuleikir gefa vel GTA, í notkun GTA svona real life eitthvað ég veit ekki, en mér varst áhört að sjá hvað þetta hefur fallið svakalega í virði sko. En það verður bara, það verður spennandi að fylgjast með því hvað ertu að leita upp einhverja hérna er þetta vókisma þarna sko, að þau stigu fram hvað er með það? Er þetta of vók fyrir þig? Nei, ég bara man ekki hvað það var sem þau gerðu en það var hérna að sem sagt fréttastofa sem til stærstu tryggingafélögum landsins sjó á vís tryggingaministri fyrirspurnum hvaða skilmála gilda fyrir transfólk sem óskar eftir líf- og sjúkdómatryggingu og það kom eitthvað í ljós að þau voru með eitthvað fána eða eitthvað að blása sér í brjóst að þau styttu baráttuna en svo kemur í ljós að þau eru ekki með vöruframbóð sem bakkar þau þannig að þú veist, til hvers ertu þá að reyna að skreita þessum stolnum fjöðrum alveg rétt rámaði ekki í þetta var bara svona hit and a miss Herru, sko og ég hugsaði eftir þetta ok, örgulega í framtíðinni þá bara ættu fyrirtæki mögulega bara að halda sér frá því að ætla að vera riddarar og það sé kannski bara hlutverk okkar manna að stuðla fyrir jafnrétti og jöfnum tækifærum algjörlega get tekið heilsugur undir það Herru, ég verð að koma áður en við lokum þessu þetta frétt sem ég glemdi og ætlaði að nefna bara alveg í byrjun kynnisferð til Ameríku kostaði 400.000 á mann grunaði hverju þetta geti tengst kynnisferð til Ameríku kostaði 400.000 krónur já, þetta var Reykjavíkurborg að sinna sínu mikilvæga hlutverki ferðakostnaður á hvern borgarfulltrúa í kynnisferð til Ameríku var 400.000 krónur á meðan kostnaður vegna borgarstjóra og borgarstjórafrúar var 700.000 krónur þessi ferð ég elska að sé einhver sem að nennir að standa í þessu endalaust að veita þetta aðhald og það einhver sem sendir þetta fyrirspurn bara til borgarstjórnar og kemur í ljós að þessi heildar ferðakostnaður tæpar 5,9 milljónir
og þau voru þarna sko að mér sýnist hvort þetta séu einhverjir nokkrir örfáir dagar, það kemur nú ekki fram í fréttinni en sem sagt samkvæmt ferðaheimildum ferðakostnaður hvers og eins fulltrúa í ferðina að meðaltali 380.000 og maður veltir því fyrir sér eðlilega er þessi ferð hversu vel heppnuð er nöðsilegt hversu vel heppnuð var þessi ferð sko, ég ætla ekki að þú veist, kannski að fara í einhverju svona ferð að kynna sér hluti flott þarftu að fara með 9 manna teymi til þess? Ég veit ekki makar með er það, þú veist, er þetta þá ekki orðin bara einhvers konar skemmtiferð fyrir einhverjum vinnuferð? Það er bara standard Já, þú veist, maður veit ekki, maður setur eðlilega spurningamarki við þetta hjá Reykjavíkurborg og ég bara kann þeim bestu þakki fyrir sem veita þetta aðhald en þetta er held ég ekki rétta PR-múfið með að við stöðuna sem í gangi hérna gæti verið, það er bara þannig en svo fenguðu það sjálfsögðu dagpenninga 82.720 krónur fyrir þessa ferð Það verða að vera dagpenningar í þessu, annars er ekki 2 í þessu Nei, ég segi það En við þurftum aðeins að blása í lúðrana hvað var Reykjavíkurborg hérna í lokin það virðist vera orðið einhvers konar gengugangandi þema hjá okkur en það er vissulega, það er alltaf í fréttunum við erum bara að miðla þessu við erum bara sendibúðar það eru þau sem sjáum að fara í ferðalagið Nú er bara sett á einhvern píanósöng Nei, ég held að við lókum þessu bara núna Píanósöngur og putt Pushing for pair Kæru hlustendur, við óskum ykkur góðrar helgar og þakka fyrir hlustunum í dag Eitthvað að lókum? Bara djöfull gaman í HÍ á eftir Já, sér það? Þetta verður fyrsta skipti sem ég fer með andósmann gegn public school eins og þér inn í svona kennslustofu Þú mátt ekki vera eitthvað reytið er þetta public school public students Ég reyna að passa mig á því Það er gott, góða helgi Látið hólurnar á graskjörunum í friði Takk í dag